Vaxtahækkun Arion banka og Íslandsbanka kemur ekki á óvart og skýringar þeirra eru trúverðugar, segir fjármálaráðherra. Mikilvægt sé að kanna hvort bankarnir séu að ganga lengra en þeir þurfi. Óttast er að fjöldi fólks hafi farist í miklum flóðum í Mið- og Austur-Evrópu helgina. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Stjórnendur Klettaskóla þurftu í haust að synja börnum skólavist í fyrsta sinn vegna plássleysis. Formaður foreldraráðs segir það óboðlegt. Mörgum foreldrum finnist börn þeirra mæta afgangi innan skólakerfisins. Rútan sem brann við Vestfjarðargöng fyrir helgi var í samfloti með 4 öðrum rútum. Hátt í 300 farþegar voru borð. Mjög illa hefði getað farið ef kviknað hefði inni í göngunum. Tilraunir eru að hefjast í Neskaupstað með að virkja sólarorku til að sjá íbúðarhúsi fyrir rafmagni. Hún gæti séð heimilinu fyrir helmingi orkunnar sem það þarfnast. Gott kvöld. Það er sjálfsagt og mikilvægt að kanna hvort Arion banki og Íslandsbanki séu að sækja sér meira en eðlilegt er með vaxtahækkunum, segir fjármálaráðherra. Hækkanirnar komi ekki á óvart. Sú ákvörðun stjórnenda Arion banka og Íslandsbanka að hækka vexti á verðtryggðum lánum í síðustu viku hefur verið gagnrýnd harðlega. Kristján Þórður Snæbjarnarson, formaður Rafiðnaðarsambandsins, sagði í fréttum okkar í gær að það vekti miklar áhyggjur að verðtryggðir vextir væru að hækka núna þegar allt tal væri þannig að ástandi farið að batna. Hann sagði skýringabankana að hækkanirnar væru meðal annars tilkomnar vegna hækkunar á ávöxtunarkröfu verðtryggðra fjármögnunar ekki halda vatni. Skiljanlegt væri að bankanum þurfa að reka með hagnaði en hann sjá engan íslenska banka lepja dauðan úr skel. Að sínum að sé þarna vera aukatekjurnar og kostnað skuldsettra heimila. Já, eins og við skrifuðum nú hreinlega í fjárlagafrumvarpið að þá kemur þetta ekki alveg óvart. Það eru frávik sviðsmyndir. Við vitum að svona hátt raunvaxtastig getur haft óvænt og hraðari áhrif. Það er að segja, þegar vextirnir fara upp, þá er það verulegt högg á þensluna. Verðbólgan fer þá hratt niður. Það jákvæða er að í kjölfarið munu þá vextir lækka með hratt. En þetta kemur ekki alveg óvart. Við séð ávöxtunarkröfu á verðtryggðum skuldabréfum farið verulega hækkandi í sumar. Hann segir skýringar bankana á hækkuninni því standast. Já, svo er þetta spurningin hvort þeir séu að ganga lengra heldur en þeir þurfa. Það er svo sjálfsagt að skoða það en þetta er ástæðan fyrst og fremst. Sigur Ingi segir að þegar raunvaxtastigið sé orðið 5% megi segja lífeyrissjóðina sem séu með enn lægri útlán að þá sé það ekki góð ávöxtun fyrir þá sem eigi sjóðina. Allar hreyfingar þegar vaxtastigið sé svona hátt séu erfiðar. Verði þróunin of hröð sé hætta á samdrætti en eins og staðan sé líti allt vel út og því sé spáð að verðbólgan verði 5% áramót. Hann segist vona að bankarnir átti sig á því að þeir séu hluti af þeim samfélagsáttmála sem var til með síðustu kjarasamningum. Viðskiptaráðherra sagði í gær að farið yrði yfir vaxtahækkun bankana. Bara sjálfsagt að það skoða það hvort að bankarnir séu að nota ferðina og sækja sér eitthvað aukið. Það er meir en sjálfsagt að gera það og bara mikilvægt að það sé gert. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín í miklum flóðum í Mið- og Austur-Evrópu helgina. Óveðurslægðin Boris gengur þar yfir og hefur valdið mikilli eyðileggingu. Bine că ne-am salvat noi, copilul, că am un copil de 4 ani, am urcat în pod. Nu sunt cuvinte de reprodus tot ce simțim noi acum, e teroare. Totul, ați văzut și dumneavoastră că e un noroi. Mașina nu știu unde este, că nici n-am avut cum să plec, că am mai dat apa din casă, noroiul, și n-am avut timp să mă merg pe gârlă să vedem unde este. Tjónið er einna verst í Rúmeníu og í suðurhluta Póllands. Co będziemy robić? Siostra nas przygarnęła, małego ma mieszkanko, przygarnęła nas, także tak nad głową na razie mamy. Co dalej nie. Powiem pani, że bezsilna chyba jestem, bezradna, bo to już drugi raz. Człowiek miał nadzieję, że się poprawi coś. Po tym pierwszym razie, a tu... Búið er að staðfesta að 5 hafi farist í þessum flóðum. Það er óttast afdrif fjölmargra annarra. Í Austurríki fórst slökkviliðsmaður við að bjarga fólki. Wir erleben in Niederösterreich schwere, dramatische Stunden. Für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher werden es wahrscheinlich die schwersten Stunden ihres Lebens sein.
Vínarborg var í morgun lýst hamfarasvæði. Borgaryfirvöld segja að ástandið sé fordæmalaust. Ja, Wahnsinn. Gestern 3 Uhr Nacht Feuerwehr, überall Blaulicht. Wir haben die Autos wegfahren müssen. Und heute in der Früh schaue ich Keller unter Wasser. Wahnsinn. Móðir einhverfs drengs sem var synjað skólavist í Klettaskóla segir það hafa verið talsvert högg þegar ljóst varð að hann fengi ekki inn í skólan. Umsóknum 11 barna var hafnað í síðasta mánuði vegna plássleysis í fyrsta skipti í sögu skólans. Klettaskóli sérskóli á grunnskólastigi fyrir nemendur með þroskahömlun og fjölfötlun. Reykjavíkurborg rekur skólan sem hefur verið starfandi síðan 2011. Hann hugsaður fyrir 70 til 90 nemendur en skólastjórinn segir að í vetur verði þeir 143. Móðir einhvers drengs sem var synjað skólavist segir að höfnunin hafi verið þungbær en skólastjórnendur hafi borið við plássleysi. Það var óbúslega erfitt að heyra því að eftir heimsókn í Klettaskóla í janúar á þessu ári þá fengum við að vita að hann fengi inn með þær kröfur sem eru gerðar til barna sem að fara inn í skólan. Og vorum alveg við sem fengið þar inn, fá neitun og náttúrulega bara bregður rosa mikið og vitum ekki alveg í hvern fótum við að stíga. 11 börn fengu ekki skólavist í vetur en þetta í fyrsta skipti í 13 ára sögu skólan sem börnum hafnað. Svona ef ég fengi alveg að ráða í draumaheimi þá myndi ég segja vilja að Garðabær, Hafnarfjörður og Kópavog tækju sér saman og myndu hafa sérskóla fyrir þau sveitarfélög. En við viljum bara sjálfsögðu öll þessi börn sem þurfa svona miklu aðstoð fái þá aðstoð sem þeir eiga rétt á. Að það sé ekki mismunun milli barna og ekki mismunun milli barna við sveitafélag. Formaður foreldraráðs Klettaskóla segir að Reykjavíkurborg þurfi að grípa í taumana strax. Maður velti því fyrir sér fyrst að bara skólarnir eru algjörlega sprungnir, hvort það þurfi ekki bara að bæta við nýjum skóla. Hvort það verður lausnin. Það svolítið tilfinning okkar foreldra fatlara barna að börnin okkar mæti afgangi og það náttúrulega bara algjörlega óásættanlegt. Illa hefði getað farið ef kviknað hefði í rútunni á föstudaginn inni í Vestfjarðagöngunum en ekki rétt fyrir utan. Vegagerðin að fara yfir málið. Mikil mildi þykir að rútan sem kviknaði á föstudaginn skildi ekki hafa verið inn í Vestfjarðagöngunum þegar eldurinn kom upp. Aðstoðarslökkviliðsstjórinn á Ísafirði sagði í fréttum í gær að hann vildi ekki hugsa þá hugsun til enda hefði eldurinn kviknað í einbreiðum göngunum. Rútan var mjög stutt frá gangamunnanum Ísafjarðamegin þegar eldurinn kom upp. Bílstjóri, leiðsögumaður og 59 farþegar úr skemmtiferðaskipi björguðu sér út. Rútan var ekki gömul, aðeins 5 ára og ekið 200.000 kílómetra. Rútan hafði ekið göngin í 5 rútu hópi með farþega af skemmtiferðaskipi. Hún var önnur í röðinni. Ætla má að samtals á 300 farþega hafi verið borð í rútunum. Við lítum á þetta mjög alvarlegum augum og það hefði getað farið mjög illa hefði kveiknað í rútunni inn í göngunum sjálfum. Vestfjarðagöng eru 9,1 kílómetri. 7,2 kílómetrar eru einbreiðir. Blái liturinn á kortinu sýnir einbreiða hlutan en guli liturinn sýnir 2 kílómetra langan kafla sem tvíbreiður Ísafjarðamegin. Óvinnandi vegur að snúa við rútu í göngunum nema þá á gatnamótunum. Göngin eru þröng og þegar eldur kemur upp fyllast þau fljótt af reyk og dregur hratt úr súrefni. Blásarakerfi í göngunum til að blása reyk út. En ekki ráðlegt að nota það þegar eldur logar því það magnar reykinn og getur gert flútta ómögulegan. Við fórum strax í að safna gögnum og upplýsingum og aðeins búin að rýna en munum klára rýnin okkar eftir helgi með þá viðeigandi aðilum. Í október í fyrra kviknaði í fólksbíl í tvíbreiðum Hvalfjarðargöngum. Reykur í rútu í einbreiðum Vestfjarðagöngum hefði orðið miklu meiri. Viðbragðsáætlun til fyrir öll jarðgöng í landinu. Uppfærð viðbragðsáætlun fyrir Vestfjarðagöng sem hefur verið að í nokkra mánuði verður tilbúin á næstu vikum. Hvað brýnast að gera til þess að bæta ástandið í Vestfjarðagöngum? Auðvitað myndum við gjarna vilja að hafa þau breiðar og fleiri útskot og snúni svæði. Það meiri þörf fyrir raunveru til dæmis eftirlitsmyndavélar og fleiri skynjarar. Við munum einnig uppfæra það sem kallað áhættumat. Það sem verður að draga fram líkindi á að einhverju atburðir verði og hversu miklar og alvarlegar afleiðingar af þeim geta orðið. 8 flóttamenn létu lífið í nótt við að reyna að komast á gummibát frá Frakklandi yfir til Englands. 60 manns voru í bátnum, þar á meðal ungbörn. Lögreglan í Boulogne-sur-Mer nyrst í Frakklandi fékk tilkynningu slysið skömmu eftir miðnætti og leit hófst þegar í stað. Un nouveau drame est survenu vers 1 heure ce matin
au niveau des côtes d'Ambleteuse, où nous nous trouvons actuellement, avec le naufrage d'une embarcation de migrants. Le bilan est terrible, puisqu'on déplore le décès de 8 personnes. 6 aðrir voru færðir á sjúkrahús, þar á meðal ungabarn með ofkælingu. Talið að 60 manns hafi verið borð í þessum gúmmíbát, lítill hluti þeirra með flottvesti. Báturinn lenti í erfiðleikum skammt frá landi. Le bateau s'est manifestement déchiré sur les rochers. Selon les informations dont je dispose, les naufragés seraient originaires d'Érythrée, du Soudan, de Syrie, d'Afghanistan, d'Égypte et d'Iran. Það sem afar þessu ári hafa 46 látist við að reyna að komast yfir Ermasundið frá Frakklandi til Englands, þar af 20 í þessum mánuði. Síðan 2018 hafa næstum 140.000 manns lagt á sig að komast þessa leið. Moi qui vous arrivez sur votre digue, j'ai jamais vu ça de ma vie, et puis vous vous retrouvez face à 8 victimes alors que ils sont pas venus chez nous pour dire de mourir, ils sont venus pour essayer d'aller en Angleterre, et voilà, donc c'est ce que disait monsieur le préfet. On est assez c'est perturbant parce que c'est des situations que j'aurais pas voulu vivre, et puis malheureusement on en est là. Kosningateymi Donalds Trump, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, greindi frá því nú rétt fyrir fréttir að skotum hefðu verið hleypt af nærri forsetanum fyrrverandi þegar hann var að leika golf fyrir dag á golfvelli á Palm Beach í Florida. Í tilkynningunni segir að Trump sé óhulltur en frekari upplýsingar verði ekki veittar að sinni. Reynt var að ráða Trump af dögum miðjan júlí en þá var hann skotin í eyrað á kosningafundi í Pennsylvania. Nánar fjallað þetta á RÚV.is. Á Höfða í Reykjavík eru eigendur rótgróinna fyrirtækja farnir að leiða hugann að yfirvofandi flutningum. Stór hluti iðnaðarhverfisins á að víkja fyrir nýrri íbúðabyggð. Byggja á allt að 8.000 íbúðir fyrir 20.000 íbúa á Höfðanum og eru framkvæmdir þegar hafnar. Ljóst að breytingar verða miklar næstu 20 árin og fyrirtækið þurfa mörg frá að hverfa. Deiliskipulag hefur verið í mótun undanfarin ár. Einu sinni vorum við hringtorg og einu sinni vorum við skóli og nú eru eitthvað annað. En við vonum að við fáum að vera hérna sem lengst og 10 ár, 15 ár, ég veit það ekki, en klárlega verður þetta að fara inn 20 ára sko. Valdimar segir óvíst hvert þeirra starfsemi flytji. Sko, eins og þetta staðan í dag þá borgin ekki bjóð upp marga valkosti sko. Þannig að það annarkvort, allir ekki bara Hafnarfjörður. Samkvæmt núverandi áætlun á steypustöðin að vera flutt fyrir árslok 2030. Stefnt á að flytja starfsemina á Esjumela. Þetta mun hafa áhrif á starfsemina og þetta mun hafa áhrif á steypuverð til framtíðar. Þetta eru lengri vegalengdir sem þarf að flytja bæði hráefni sem og síðan steypuna á verkstað. En þetta hefur áhrif á flutningskostnað. Þá eigi flutningurinn líka eftir að hafa áhrif á kolefnisfótsporið. Þetta hefur neikvæð áhrif á kolefnisfótsporið og það sem algjörlega gegn okkar stefnu. Við höfum vilja vera og viljum áfram vera leiðandi í orkuskiptunum og erum komið með 6 rafmagnssteypubíla og fleiri á leiðinni. Þannig að vonandi verðum við bara komin það langt í orkuskiptunum að þetta þarf ekki að hafa eins mikil áhrif. Malbikunarstöðin í eigu borgarinnar og þegar búið að flytja hluta starfseminnar til Hafnarfjarðar. Reiknað með að þar verði fyrirtæki til framtíðar. Þannig að hafði fyrst og fremst áhrif á þegar við vorum að flytja malbikunarstöðina. Það lá náttúrulega niður í framleiðslu með hann en hún komin og búin að vera 2 sumur á nýjum stað og hefur svo sem engin áhrif á okkur bein núna en nema það við erum að vinna á 2 stöðum. Ljóst að flutningum fylgir kostnaður. Endanlegt kostnaðamat liggur ekki fyrir, en þetta hleypur alveg á einhverjum milljörðum. Þetta nefnir einhverjum 100 milljóna. Þúsundir Gazabúa sem voru utan Gazasvæðisins þegar stríðið hófst hafa verið fastir á Vesturbakkanum í tæpt ár. Einn þeirra segist hugsa stöðugt börnin sín á Gaza og óttast á hverjum degi að vakna upp við þær fréttir að þau hafi verið drepin. يا أميرة كيف حالكم يا ماما؟ بخير الحمد لله كيف انت؟ كويسين؟ إيش مالفات مودينها على المستشفى فيها حاب؟ Nisrín var í aðgerð á Vesturbakkanum þegar stríðið hófst. Síðan þá hefur verið ómögulegt að komast aftur til Gaza. Mun fleiri eru í hennar sporum. Talið að yfir 4.000 séu föst á Vesturbakkanum, fjarri fjölskyldu og ástvinum. عندي كمان 3 بنات بغزة أصغر منه. احنا جسد هين ولكن قلبنا وعقولنا كلها في غزة. بنفكر في أطفالنا ليل نهار، بنفكر فيهم، بنخاف نصحى نكون مفجوعين على خبر
يكون استشهاد لأطفالنا إشي. Fyrir stríðið var ekki hlaupið að því að komast til og frá Gaza. Sækja þurftum leyfi frá Hamas-samtökunum og ísraelskum stjórnvöldum. Marwa Shaheen var einnig á Vesturbakkanum af heilbrigðis ástæðum en hún þarf merg ígræðslu frá fjölskyldumeðlim. وأنا ما عنديش ولا حدا من أهلي موجود عندي هان. فيعني مش هيعملوا لي عملية الزراعة إلا بوجود أهلي. أي فرصة بتصح لي إني أرجع غزة ما بوفرش. يعني حتى قلت لأهلي بديش إياه العلاج. بدي أموت في غزة يعني يكون عند أهلي. بتمنى إنه تخلص هاي الحرب وتخلص هاي المعاناة ويصير سلام. يا رب تصير هدنة ونشوفكم على خير يا رب يا رب. يلا دير بالكم حالكم دير بالك على الأطفال. يلا حبيبي. يلا حبيبي مع السلامة مع السلامة حبيبي. 5 daga ferðalagi í geimnum lauk snemma í morgun þegar Polaris geimfarið lenti í sjónum fyrir utan strendur Flórida. Ferðin var kostuð af bandaríska miljardamæringnum Jared Isaacman. Hann tók með sér 3 aðra ferðalanga á sporbaugum jörðu í Polarisfarinu sem var skotið upp með eldflaug SpaceX, fyrirtækis í eigu Elons Musk. 2 geimfarar í hópnum, Isaacson og Sarah Gillis, verkfræðingur frá SpaceX, brugðu sér í geimgöngu meðan á ferðinu stóð. Hingað til hafa aðeins geimfarar á vegum ríkisstofnana eins og NASA, bandarísku geimferðastofnunarinnar, afrekað það. Íbúar í Neskaupstað eru að koma sér upp sólarorkukerfi til að sjá heimili sínu fyrir rafmagni. Þau vonast til að kerfið geti séð heimilinu fyrir stórum hluta þeirrar orku sem það þarfnast. Við erum að setja sólarsellur á þakið hjá okkur til þess að reyna að spara rafmagn. Til þess að við höfum meira rafmagn og þurfum að borga minna, helst. Jeff og Þórdís búa í Neskaupstað og kalla húsið sitt núna orkuhúsið. Þau eru með kamínu og brenna timbri og eru líka með stóra og mikla varmadælu til að safna útivarma og nýta til húshitunar. Nú eru þau að setja upp sólarorkuþak sem styrt af Orkusjóði og unnið í samvinnu við Eiglo sem samstarfsverkefni eflingu orkuskipta á Austurlandi. Og þetta verkefni það gefur rosalega gott tækifæri til að skoða í samstarfi við skóla og orkusetur og aðra hvernig birtuorkan að nýtast, hvað endingatími búnaðarins langur, hvernig veðrið hefur áhrif. Þannig að við getum þá lært meira þessa nýju tækni sem hefur þróast erlendis og notið víða erlendis en tiltölulega ný hér á Íslandi. Fulltrúar danska fyrirtækisins All Green sem framleiðir sólarorkukerfið komu til Neskaupstaðar og fræddu rafvirkja á Austurlandi uppsetningu og þjónustu við sólarorkukerfi. Slökkviliðin fengu einnig fræðslu enda þurfa þau að þekkja hætturnar sem fylgja sólarorku búnaði. Með við veðurfarsgögn í Neskaupstað ætti þetta kerfi að framleiða 12.500 kilowattstundir í meðalári. Það meira en helmingur af því rafmagni sem heimilið kaupir á ári. Í bílskúrnum svo rafhlöðukerfi sem safnar orkunni þegar birtan mikil. Allt kostar þetta 7 milljónir króna en þau reikna með að þetta borgi sig upp og geði þeim kleift að nota rafmagn eins og þau listir. Ef það rafmagnslaust þá veit maður ekki nema allir bæjarbúar að koma og bá að hlaða símana sína. Því þá verður rafmagn hjá okkur. Þá fyrir aftur út í heim. Rúmlega 300 knapar tóku þátt í óvenjulegu hestamannamóti helgina í Frankfurt í Þýskalandi. Þetta fyrsta stórmót sinnar tegundar þar í landi en vinsældir svona hobby hestamennsku hafa aukist mjög undanfarið. Öfugt við hefðbundna hestamennsku þá reynir hér mun meira á knapan en hrossið sjálft. Keppendur eru dæmdir út frá nákvæmni, tímasetningu og glæsileika. Það mátti sjá mikil tilþrif í íþróttahöllinni í Frankfurt helgina. Früher war das auch sehr, dass wir halt dafür ausgelacht wurden. Aber wenn man in einer größeren Gruppe ist, finde ich, geht es immer. Und vor allem jetzt, wenn man sowas hier sieht, da kriegt man ja direkt so ein Gefühl von Zusammenhalt. Ich finde, es macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein sehr vielseitiger Sport, der ganz viele Sachen trainiert. Und die Leidenschaft zum Pferd kann man quasi ausleben, ohne sich auf echte Pferde setzen zu müssen. Úr einu íþróttamótinu í annað. Því krúttlegasta hjólamót ársins var haldið í Öskjuhlíð í Reykjavík í dag. Þar brunuðu börn á aldrinu 2 til 12 ára hringinn í kringum perluna.
og við sáum að þessum myndum Theodór, það var bjart og frekar stillt í dag en það var breytast á morgun. Já, því miður að það var það nú ekki alveg dæmið á morgun, sko. Það að koma kröpp lægð upp að landi og það hvessir og þykknar upp eins og gerist á morgun og gula viðvaranir sem hefur verið gefnar út á Suðurlandi og Miðhálendinu sem svona miða kannski meira að umferð, ökutæki viðkvæm fyrir vindi. Það kannski verðt að taka fram að þetta þannig kraftur í þessu kerfi að við erum ennþá í sumarham varandi svona nær umhverfi okkar, húsgögn á pallinum og annað, trampólín í garðinum. Þetta alveg þannig veður að þetta getur hleypt hlutum af stað, sko. Þannig að kannski að huga að því. Huga að trampólínum og garðhúsgögnum. Já. Og passa sig í umferðinni. Já. Takk fyrir þetta, við fylgjumst með á eftir. Og þá ætlum við hugað íþróttunum og það hann Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem færir okkur þær í kvöld. Það eru jafnan hörkuleikir þegar Kópavogsliðin Breiðablik og HK eigast við í bestu deild karla í fótbolta. Engin breyting var á í dag. Ísland átti einn fulltrúa þegar Evrópumótinu í götuhjólreiðum lauk í Belgíu í dag. Við lítum á æfingu hjá dansparinu Söru Rós Jakobsdóttur og Nicolo Barbici sem komust í úrslit á Evrópumótunum síðustu helgi. Og svo það demantamót í frjálsíþróttum og ýmislegt fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Og þá er bara eftir að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Vaxtahækkun Arion banka og Íslandsbanka kemur ekki á óvart og skýringar þeirra eru trúverðugar, segir fjármálaráðherra. Mikilvægt sé að kanna hvort bankarnir séu að ganga lengra en þeir þurfi. Óttast er að fjöldi fólks hafi farist í miklum flóðum í Mið- og Austur-Evrópu helgina. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Stjórnendur Klettaskóla þurftu í haust að synja börnum skólavist í fyrsta sinn vegna plássleysis. Formaður foreldraráðs segir það óboðlegt. Mörgum foreldrum finnist börn þeirra mæta afgangi innan skólakerfisins. Rútan sem brann við Vestfjarðagöng fyrir helgi var í samfloti með 4 öðrum rútum. Hátt í 300 farþegar voru borð. Mjög illa hefði getað farið ef kviknað hefði inni í göngunum. Tilraunir að hefjast í Neskaupstað með að virkja sólarorku til að sjá íbúðarhúsi fyrir rafmagni. Hún gæti séð heimilinu fyrir helmingi orkunar sem það þarfnast. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið þið sæl.